Góðan daginn hér og verið innilega hjartanlega velkomin í innilegan þátt sem að heitir Eldhúsið. Ef að mat þér viljið gæða á, þá kíkið þér í eldhúsið, ekkert mál. Allir við borðum þegar matast dýrlegar kræsingar handa þér. Pís! Í eldhúsinu í dag ætlum við að gera morgunmat. Ég vakna, fæ ég mig morgunmat. Hann með sérstöku jólaþema að þessu sinni. Jú, það eru nefnilega alveg að koma jól. Jólin koma, jólaklukkur klingja, börnin sálma syngja meðan höggin á mig dynja. Og það fyrsta sem við gerum að sjálfsögðu að velja skálar. Þar sem að það er jólaþema hjá okkur, þá höfum við ákveðið að við veljum bara þessar skálar hérna. Þær eru nefnilega grænar, sem að jólalegasti litur sem þú finnur fyrir utan rauðan. Jólin koma. Og meira að segja er að þær ekki bara grænar heldur bæði grænar og hvítar, sem að eru annað og þriðja sæti yfir jólalegustu liti í heimi. Þessi hérna, jólalegri. Við höfum þetta bara svona hérna hjá þessu einhvern veginn. Þetta ágætt. Jólin koma. Það er ákaflega mikilvægt að þekkja sinn skammt. Og ég og Þorsteinn gerum það svo sannarlega, við þekkjum okkar skammt. Minn skammtur er svona rétt rúmlega 3 skeiðar, kannski svona eiginlega 4 skeiðar. Þorsteins skammtur, það er svona, það sé ekki bara svona cirka heil skál. Jólin koma. Nú, þegar hafrarnir eru komnir í skálarnar, þá er rétti tíminn til þess að setja smá dass af íslensku sjávarsalti. Við kjósum að nota svona flögusalt frá þeim saltverksbræðurum. Jólin koma. Við gerum þetta svolítið svona eins og kokkarnir gera. Milum að þetta svona hérna þessi í. Ok, þetta er örugglega bara ágætt. Það er komið gott af salti. Ætlum við hérna aftur inn. Lokum aftur okkur. Og þá er rauðin komin að hverju, Þorsteinn? Þú giskaði rétt. Það eru ávextir. Jólin koma. Að þessu sinni fáum okkur eina jólamandarínu og eitt jólalítið epli. Hvað er jólalegra heldur en lítið epli? Kannski jólasveinn. Mandarína. Við erum að tala um mat, Þorsteinn. Já. Það er ekki verið að tala. Hangikjöt. Já, við erum að tala um ávexti. Jólin koma. Þetta hérna, maður þarf að festa þetta við borðið. Þetta hérna? Já. Núna, þá er þetta bara alveg fast. En þú náttúrulega sko, ert vafalaust að velta fyrir þér hvað þetta gerir, kallið minn. Ekki ég ánáttúrulega þetta hennar hlut. Já. Það er örugglega fólk sem er að horfa á fólk. Já. Ég held að vera að tala við mig, skilur. Ég er einu manninn inn í herbygginu. Herri, svo þegar maður er að setja þetta hérna á. Aha! Þetta var ótrúlegt. Kjarninn er allir hérna núna. Settur það vitlaust í. Nei, þetta er bara lélegt tæki sem á nótt. How could this happen to me? I made my mistakes. Herri, Já. þá er þetta hérna. Rínan. Tekur svona börkin af. Hentugra að borða þetta svona sko. Hentugra sko. Skerum allar rínurnar, skerum allar rínurnar með þessu beita hníf. Þú skiptir þessu svona bróðurlega. Já, ég sker mandarínunar svona og svo setja þær í 2 hópa. Já. Þannig að, þú veist, það er ótrúlega mikilvægt að allir fái jafn mikið. Þá setjum við rínurnar hérna. Gjörðu svo vel, vinur. Takk fyrir það. Og gjörðu svo vel, maestro. Takk fyrir það. Skerum allar rínurnar með þessu beita hníf. Þá er það sjóðandi, bullandi, brennandi heitt vatn. Þá setjum við vatnið hérna ofan í. Og þá hellum við því svona yfir fallegan grautinn. Bara stórgott. Og þá gerum við hvað, Þorsteinn? Tökum hérna alíslenska hnettara frá henni lífrænu Sollu. Og þá tökum við svona góða skeið. Herru, og við setjum þetta hérna út í. Hrærum. Hrærum þessu svona vel við. Þannig að það blandist. Já. Svo er það nú, næsta mál. Það er að taka aðra skeið. Setjum hérna bara jafn góðan slurk og ég tók hérna áðan úr krukkunni. Þetta er ekki svipað og ég tók af hann, mér sýnst það. Ég er ekki frá því. Og svo bara hræra. Bara alveg eins og ég gerði áðan, sko. Jólin koma, jólaklukkur klingja. Þá er það náttúrulega rúsínan í piparköku á endanum.
2 til 3 piparkökur. Mér sýnist þess að vera heimabakaðar. Já. Það eru bestar svona beint frá bíli og ég ætla bara að lauma mér í smakka eina smá. En þá tökum við þær og myljum svona aðeins yfir grautinn. Og ekkert fyrir hættu að fara með puttana í þetta sko. Það í tísku í dag. Fara með puttana í matinn sko. Sjáu það að þetta farið að líta út bara eins og jólasteikin. Þá held ég að okkur sé nú ekkert af vanbúnaði nema bara borða grautinn og njóta hans. Eldhúsið þakka fyrir sig í dag. Verið þið sæl. Ef að mat þér viljið gæða á, þá kíkið þér í eldhúsið.